að segja velkomin! Þið eru komið á United Reykjavík samkomu. Hvað ætti ég að segja meira? Ég er dottin á gír. Ég er bara dottin á æfingu, ekki gír. Ég er í gírnum. Er þið tilbúin að lofa Guð? Við erum saman komin til þess að lofa hann og hann einan af því að hann elskar okkur eins og við erum. Og elskar okkur of mikið til þess að skilja okkur bara eftir í einhverju gröf. Þannig að lyftum upp nafninu hans. Halleluja. It
finnst þið að standa upp. Já, stöndum og lofum hann. Seen it before, I felt it before. Peace I can't explain, love that wonder is here now. Can you feel it now? Let it cover you. Let the Spirit rise up and break through the walls, beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth, the earth. Let the Spirit rise up and break through the walls, beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth, the earth, the earth, the earth, the earth. The bricks won't hold it in, and lies won't hold it down. Love will let it out, and we will let it drown. The darkness, the fears and brokenness, can you feel it now? Let it cover you. Oh, let the Spirit rise up and break through the walls and beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth, the earth. Let the Spirit rise up and break through the walls and break down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth, the earth. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Let the Spirit rise up and break through the walls and break down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth, the earth. Let the Spirit rise up and break through the walls, break down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth, the earth. Halleluja. Góða kvöldið, velkomin, gott að sjá ykkur, rosalega gott að vera komin, ég var í smá fríi. Ég trúi því að þetta verður eitthvað algjörlega magnakvöld, frábær lofgjörð, Baldur ætlar að tala til okkar, það er alltaf gott þegar hann gerir það. Ég trúi því að Guð ætlar að mæta okkur, að því að Guð er bara þannig, hann gerir alla hluti nýja. Og við ætlum að biðja saman. Ég ætla kannski að segja ykkur fyrst frá einu. Það er Verslunarhelgin eftir mánuð eitthvað svoleiðis. Kotmót, ætla ekki allir að koma á kotmót. Það byrjar á 5. kvöldi, 6:30.
þá eru grill og eitthvað, svo lofgjörðarkvöld og svo bara öll helgin bara dásamleg. Ég hef alltaf farið á kotið, á kotmót þegar ég hef verið hérna á landinu verslunarhelgi og þetta algjörlega dásamlegt. Þannig erum við öll saman og kynnumst fullt af fólki og bara erum saman að lofa Guð. Allir hérna bara að leika, krakkarnir að leika á barnamóti og þetta æðislegt. Svo núna í júlí þá verður það ekki alveg komin dagsetning eða á hreinu, en þá verða Þráinn Skúlason og Ísabel, þau ætla að vera með 2 daga ráðstefnu. Þannig að við munum auglýsa það nánar þegar það kemur. Það má enginn missa því. Þau frábært þegar þau koma og þjóna til okkar. Halleluja. Svo bara standa upp og biðja ef ekki að gera það. Það segir í Jóhannesarguðspjalli kafla 12, Jesús segir: Ég ljós í heiminn komin, svo að enginn sem á mig trúi sig áfram í myrkri. Enginn sem trúir á Jesú áfram í myrkri. Og það svo mikilvægt til þess að trúa á hann, það að þekkja hann, það að kynnast honum, það að vita hvað hann segir í orðinu. Það svo gott að kynnast honum og eiga þetta samfélag, því að þegar við gerum það það sem að leysir okkur. Sannleikurinn sem hann talar hann setur okkur frjáls, pælið í því. Þegar ég heyrði þennan boðskap í fyrsta sinn, það var bara 180 gráður og ég hef ekki farið að þessum vegi síðan. Og þetta bara, við erum sköpuð til að lofa hann og kynnast honum. Þannig að biðjum saman. Það kom bænarefni, það var bænarefni sem kom stúlka sem í meðferð, biðja fyrir henni. Það mikil barátta og við skulum standa saman og biðja þess að Guð gefi henni styrk og frið til þess að vera á þessum stað sem hún búin að taka skrefið sitt á. Halleluja. Faðir, við þökkum þér fyrir að þú heyrir bænir okkar, þú heyrir hróp hjarta okkar. Takk fyrir að þú þekkir okkur, takk fyrir að þú elskar okkur og við leggjum þessa stúlku í þínar hendur, Drottinn minn. Og við biðjum þig að mæta henni, gefa henni styrk og leysa hana og bara gefa henni þinn frið, opinberaðu þig fyrir henni, leyf henni að sjá þig og finna að þú gefur henni frið og styrk. Ég biðjum að blessa hana og alla fjölskyldina og þau sem lögðu fram þetta bænarefni. Bara blessum þau og gefum þeim styrk til að bara hvíla í þér og mætti hún hvíla í þér og við biðjum að mætin og öllum þeim sem eru í meðferð, að þú mætir þeim og blessir þau og hjálpir þeim að losna algjörlega og halda áfram á þessari göngu, þessa skref sem þau hafa tekið, að þau haldi áfram hennan veg, Drottinn minn, veg til frelsis og lausnar út úr myrkrinu. Og ég biðast, Drottinn minn, að bara þau sem allir sem hér og eru heima að horfa, að þú komir og grípir inn í líf eins og sérhvers. Takk fyrir að þú þekkir okkur svo vel og veist hvað það sem við þörfnumst. Takk fyrir að þú mætir okkur á þann hátt sem að bara persónulegan hátt og ég bið þess að þú gerir það hér í kvöld, Drottinn minn. Og ég bið að blessa einn og sérhvern, fjölskyldu þeirra, samkomuna alla, lofgjörina áfram, orðið sem tala mætti vera fætt algjörlega af þér, Drottinn minn og Guð, bara í Jesú nafni. Amen. Amen. Þú segir eitthvað? Halleluja, yndislegt. Halda fólki upp í bæinn og sérstaklega fólkin okkar sem í meðferð á þessum 3 stöðum. Það mikið að fólk haldist inni. Mánaðamótin getur verið erfið þegar kemur peningurinn á reikningi, þá langar mann að fara út. En það sem við ætlum að gera núna, ætlum að taka samskot. Og áður við látum fötuna ganga og bósinn aftast, þá ætlum ég að segja út af hvað ætlum að gera við þessi samskot. Að hún Inga okkar búin að vera svo trúföst í þessu starfi alveg frá því hún var 14 og kemur nánast hver einasta mánudegi til að syngja og leiða okkur í lofgjörð og við ætlum að fá að vera þáttakendur í því að senda hana til Bandaríkjanna í skóla, það ekki núna í 14. bara á föstudaginn. Við höfum farið í alveg frábæran lofgjörðarskóla út í Bandaríkjunum og við ætlum að taka samskot og styðja við baki á henni og gera henni ferðina auðveldari
og ódýrari fyrir hana. Ef við ekki að sameinast það og taka hluti vel á og sýna þakklæti til hennar yndislegu Ingu að hafa verið með okkur alla þennan tíma. Amen. Bara Faðir, við bara lofum þig og þökkum þig fyrir glaðan gjafara, Drottinn. Við þökkum þig fyrir Ingu, við þökkum þig fyrir lofgera fólki okkar allt, Drottinn minn. Við biðjum á blessun og varðveislu við þessa ferð, Drottinn, og þú megi fylla á tankinn hjá henni. Drottinn, hún megi fá að taka á móti meira og meira frá þér, Drottinn minn. Blessun samanskotin, þakka þig fyrir, Drottinn, að þú ert skaffarinn, Drottinn. Í Jesú nafni. Amen. Látum baugana ganga. Ég vil ekki heyra neitt kling. Nei. Eitt góður forstöðumaður sagði, Guð elskar glaðan gjafara. En hann vissi ekki hvað hann gerði við hina. Amen. Skulum halda honum að lofa Guð. Þið með endilega rísa á fætur og lofa Guð með okkur. Here I am before you.
Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús. Yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist. Segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús. Salta böl sem bindur brotið Ég lýsi yfir von og nýju frelsi. Segjum Jesús. Syngjum saman þitt nafn. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú ert Guðs son. Ég vil fá að nefna nafnið Jesús. Yfir þar sem óttinn lamar að. Við hvern þann sem að bílar ber og þunga. Segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú ert Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skuggann, þú ert Guðs son. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. hjörtun öll og hverja sá. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús.
þökkum fyrir nafnið Jesús. Við þökkum fyrir kraftin sem í nafnið þínu, Drottinn. Við þökkum fyrir vonina sem í nafninu þínu, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn, að það stendur í þínu orð að sérhver kné skal beygja sig og sérhver tunga skal játa nafnið Jesús. Og Faðir minn og Guð, við tölum þetta nafni yfir fjölskyldur okkar, yfir vini. Yfir alla þá sem eru að berjast þarna úti, Drottinn. Allir þeir kunningjar og vinir sem voru kannski með okkur í gamla lífinu og eru ennþá út að berjast, Drottinn. Faðir minn og Guð, við tölum nafnið Jesús inn í líf þeirra. Drottinn minn og Guð, við tölum nafnið Jesús inn á Hlaðgerðarkot, inn á hvert áfangaheimili, Drottinn, inn í sérhverja meðferð, þá tölum við nafnið Jesús. Drottinn, ég bið, Faðir minn og Guð, að þeir sem eru út að berjast eru algjörlega búin að gefast upp, að þú mætir þeim, Drottinn. Faðir, að þú mætir þeim á þeim stað sem þau eru á, Drottinn. Af því það er ekkert sem heldur þér aftur. Takk, Jesús. Takk, Drottinn, fyrir nafnið þig. Faðir minn og Guð, við lofum þig. Við beinum sjónum okkar að þér, Drottinn. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. And nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. And what could separate us? And now, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. And death could not hold you. The veil tore before you. You silenced their boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours
Takk Jesús fyrir að við fáum að koma saman og lofa þig. Halleluja, heilagi Faðir, alltaf svo gott að koma og lofa þig. Gefa þér tíman okkar, heilagi Faðir. Vertu velkomin, heilagi Faðir. Takk fyrir hversu stór og góður Guð þú ert. Takk fyrir að getum alltaf treyst á þig. Takk fyrir að getum alltaf treyst á nærveruna þína. Leið og við köllum hann út, þá kemur nærveran yfir okkur, heilagi Faðir. Takk fyrir að við fáum að vera börnin þín. Heilagur, Faðir. Takk Jesús. Ég var týnd en nú ég fundin. Ég fór ranga leið. Ég ekkert ekkert án þín. Ég svo glöð að þú komst til mín. Þú ert heilagur. Þú ert minn Guð. Þú ert heilagur. Þú ert minn Guð. Takk Jesús. Takk heilagi Faðir. Mér fannst allar dyr vera læstar, en þú opnaðir fyrir mér. Ég var svo reið, ég gat varla andað. Þú fylltir huga minn af frið.
okkur við þurfum aðeins að kalla út nafnið þitt og þá ert þú hér. Halleluja, heilagi Faðir. Takk fyrir að þú ert tilbúin að opna alltaf nýjar og nýjar dyr fyrir okkur. Þú reisir okkur upp, heilagi Faðir. Alveg sama hversu týnd við höfum verið. Alveg sama hversu myrkrið hefur verið svart hjá okkur. Að þá hann alltaf tilbúin þegar að þú ert tilbúin. Svo ef að þú ert tilbúin núna og ert búin að vera svolítið týndur eða týnd, stattu upp og leyfðu honum að taka á móti þér af því hann bíður með opinn faðminn eftir þér. Takk, Jesus. Ég var týnd en nú er ég fundin. Takk, Jesus. Ég fór ranga leið. Ég ekkert er ekkert án þín. Þakka þér Guð að þú komst til mín. Takk, Jesus. Þakka þér Guð að þú komst til mín. Þakka þér Guð að þú komst til mín. Vá! Halleluja, maður. Takk fyrir mig. Ætlar að taka það með mér rólega? Það ekki? Yndislegt að vera hérna með ykkur í kvöld. Ég er spenntur að fá að tala til ykkar. Hvað er margir hérna inni sem að ykkur sem að koma hérna í fyrsta skiptið það? Enginn? Allir frelsaðir og, ja, einn aftast. Næs, maður. Sko, getum við aðeins staðið bara fætur saman. Mér langar til þess að við biðjum saman. Ég fann svo rosalega bara sterkt í þegar ég var í lofgjörunni hérna áðan að það er einhvern inni, þú ert búin að vera að hugsa mikið að kallmaður, þú ert búin að vera að hugsa mikið að sviptaða lífi. Og ég heyrði Guð segja við því í kvöld að hann er með skilaboð til þín í kvöld. Hann elskar þig, hann hefur ekki yfirgefið þig, hann hefur séð sársaukaðinn, hann hefur séð hvar þú ert fastur, hann hefur séð hvar þú hefur verið grátandi, fastur og ég sé bara í kvöld að það muni hlekkirnir brotna að þér. Og þú veist, og ég fann þetta bara mjög skýrt og ég veit að Guð mun grípa inn í og nú skil ég betur líka orðið sem Guð gaf mér fyrir þetta kvöld. Maður segja, er þetta komið upp eða? Maður segja. Þetta er á ensku, það er lagið eða? Skil ekki allir ensku á Íslandi? Ég er alltaf að kenna syni mínum íslensku. Við vorum í göngutúrinn daginn og vorum að kenna hvað varða var. Vorum að fara að veit hvað varða er það. Amen, við skulum setjast niður. Það sem ég langar að tala í kvöld eru stormar lífsins. Er einhver sem hafa lent í stormum inni? Er einhver sem inn í storm núna inni? Þú veist og það er svo magnað þegar við frelsumst einhvern veginn, þá er þetta einhvern veginn, já, komdu hérna og farðu með þessa bæn hérna og svo verður þetta bara allt í lagi. Hver laug því að mér? Verður þetta svo bara allt í lagi? Það brjálast allt. Og ég verið þeirra gæfu aðnjótandi að fá að elta Jesú í ég veit ekki, 16-17 ár og ég veit alveg af hverju Jesús frelsaði mig. Jesús frelsaði mig að því að hann vissi hvers vitleysingur ég var og er stundum og svo vissi hann líka að ég er nógu vitlaus til að deila allri vitleysunni með ykkur. Af því þegar ég deili vitleysunni með ykkur sem ég hef gert þá þurfið þið ekki að gera hana.
Og það sem ég langar að tala í kvöld, mér langar að taka okkur á vegferð, mér langar að taka okkur á vegferð til að skilja betur stormana sem við lendum í, mér langar til þess að við stilla af guðfræðin okkar. Veitir hvað guðfræði er? Sumir eru með guðfræðina svo hreinu, þú veist að Guð passar ekki eins og inn í hana. Þú veist, og ég segi alltaf, sko, ég veit að hugur minn nær ekki utan á guðfræðina. Það er eitt sem er á kristaltæru, það er að hugur minn skilur ekki algjörlega Guð. Það er nokkuð. Er ykkur þetta kannski sem er með þetta? Þá er ég til í fyrirbæðin bara strax á eftir. af því að ég er ekki með þetta. Það sem að mér langar að skilja eftir hjá okkur í dag, sískinni, er djörfung. Mér langar til þess að við getum haldið áfram, að við látum ekki fíknina, sársaukan, áfalli, sjálfsefan, kvíðan eða nokkuð annað stoppa okkur. Það er svo oft sem að við hefjum þessa göngu svo látum við stoppa okkur. Og hvað gerist þegar við erum stoppuð? Og hvað stoppar okkur? Í Jóhannes 14:27 stendur frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki, né hræðist. Akkur er hann að segja þetta maður? Ég var að lesa rannsóknum ungar táningsstelpur. 27% af táningsstelpum líður þokkalega vel á Íslandi. Enginn í sjokki. Veistu það, ég er svo miklu sjokki og við bara réttum dætrum okkur þetta. Hérna ekki svo vel, kvíði og ótti. Fáður, nenni ekki að hlusta á þig, nenni ekki að vera tíma með þér. 27%. Það þýðir að 73%, ekki rétt reiknaði mér það? Gekkja maður, að fylgjast með. Að 73% af ungum stelpum eru með kvíða og ótta. Að þau eru stöðugt að miða sig við einhvern annan. Hvað finnst ykkur um það? Það er skelfilegt nefnilega, það er það sem það er. Og mér langar svo að leggja grunn í okkur í dag. Mér langar svo að við leggjum grundvallar sannleikann að í hörðustu stormunum sem lífið færir okkur, að einmitt þar eigum að finna frið Guðs. Það er ekkert mál að finna frið Guðs inn á samkomu. Það er ekkert eðlilegt við það að þurfa að lifa á því að koma á samkomu einu sinni í viku. Það er frábært að koma á samkomu, ekki er það sem ég ekki segja. En það er ekkert eðlilegt við það að ég þurfa að vera að berjast á milli samkoma. Við eigum að eiga aðgengi að Guði á þann hátt og skilja það vel. Að við eigum samfélag við hann. Daglega. Þá getum við bara tekið, ég get lofað ykkur því að táningsstelpur sem eiga samfélag við Guð daglega eru 100% ekki með kvíða og þunglindi. Ég get lofað ykkur því. Eitt sem er sammála því. Hanna, hver var þetta? Ánægði með ykkur maður, það er loksinn sko. Þú sem ert að efast sjálfan þig í fortíð, nútíð og framtíð, þú sem ert fastur í erfiðum tilfinningum innra með þér, þú sem ert að ströggla við að klífa fjallið eða standa upp eftir enn eitt fallið, vittu bara að þessi ræða er frelsiskalli fyrir þig. Af því að Guð er að kalla á þig til þess að fá eitthvað frelsi hérna inn í þig. Ekki frelsi sem endist þangað til 3. vikdag, 5. dag. Þetta er frelsi sem er varanlegt. Og mér langar svo til þess að við náum að skilja þetta. Af því að ég er búin að vera að elta Guð í 17 ár og ég er búin að sjá svo marga að segja já við Jesú. Og ég er búin að sjá alls konar hluti, góða hluti líka, leiða þau frá Jesú. Og svo tínist þetta fólk, það tínir tilgangnum sínum, það tínir vitnisburðinu sínum, það tínir auðkenninu sínu og er komið síðan aftur á sama stað. Og það þarf ekki að vera þannig. Því að í auga stormsins, mitt í hörðustu vingunum sem þú finnur fyrir friði Guðs, akkurat þar, þegar þú stígur fram í djörfung, myndu finna nærveru Guðs. Þar er hún áþreifanleg, mitt inn í storminum. Friði Guðs er ekki fjarlæg von, heldur raunveruleiki í núin okkar. Sérstaklega þegar við veljum að treysta honum þrátt fyrir aðstæðurnar hrópi að gera það ekki. En það sem við þurfum að skilja er að þegar ég stíg út í djörfung, þá er ég ofta að stíga út myrkrinu inn í ljósið.
En þegar við erum föst inn í tilfinningun okkar, föst inn í kvíðanum okkar, þunglindin okkar og við þorum ekki að treysta Guði, þá erum við að treysta myrkrinu sem er að umlíkja okkur í staðan fyrir að stíga djarfan hátt inn í ljósi hans. Það getur verið erfitt, næsta glæra. Er stormur raunverulegur? Jesaja 43:2 segir, gangi þú í gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gegnum vassföllin, þá skuluð ekki flæða yfir þig. Gangi þú í gegnum eld, þá skalt eigi brenna þig og loginn skal eigi granda þér. Vá. Það er ekki hægt að drekja mér og ekki hægt að kveiki mér. Sko. Það er ekki hægt að henda mér fram á húsþaki. Sko. Af því að Kristur er með mér. Stormar lífsins geta komið á margan hátt sem fíknihegðun, sjálfsefi, áföll og örvænting. Og það þegar við leifum þessum lygum að taka yfir, þá upplifum við okkur týnd og hjálparlaus, þar sem við stöndum í miðjum hvirfilvindinum í svona glundroða og óvissu. Þegar tilfinningarna taka yfir, þegar stormurinn verður raunverulegur, eins og, þú veist að ég var sko, ef við eigum ekki persónlegt samband við Guð, þegar lífið gerist, þá eigum við ekki séns. Ef að sambandið okkar við Guð er byggt á samkomum, ef það er byggt á predikurum, ef það er byggt á okkur öðru en okkar tengslum við Guð, þá þegar lífið gerist þá föllum við. Það er þannig. Við hefum ekki séns í það. En þegar við erum tengt við hann, eða þegar að stormurinn verður raunverulegur og við veljum að tengjast honum, þá verður allt svo raunverulegt með honum. En við þekkjum þessa tilfinningu bara of vel, eða það ekki, það sem að vægðarlausir vindar myrkursins koma gegn okkur. Þeir skilja okkur eftir illa farin og brotin. Tengið við þetta. Það sem við upplifum, við eigum enga von, við eigum ekki, þú veist, enn eitt fallið, enn eitt áfallið, enn ein misnotkunin. Enn eitt ógið, og það er þannig, þetta er svo skrítið, sko, þú veist, þegar búið að brjóta okkur einu sinni, þá er eins og við tökum á okkur eitthvað auðkenni, þar sem að aðrir koma að brjóta okkur líka. Það við tekið eftir þessu með fólk sem er lendi í áföllum, hann lendir aftur og aftur í áföllum, fólk sem lendir í kynferðislegri misnotkun sem börn, oft lendir í öðrum misnotar og öðrum misnotara. Það er eins og að myrkrið það bara sjú okkur að sér. Og éti innan úr okkur auðkennið sem að Guð gaf okkur. Ég þekki það svo vel að lenda í svona stormi, búin að missa báða systur mínar og ég man þegar ég misti hörpulitlu systur mínar, þú veist, það var bara eins og hnífur hafi farið í gegnum hjarta mitt. Þú veist, ég ætla ekki að segja að ég hafi verið sjóaður í sorgin því ég misti hinnar systur mína, en það var samt öðruvísi. Af því einhvern veginn, þú veist, maður var svo vanur að áföllin var að dynja yfir og þær eru báða farnar og eru hjá Guði og ég stóð eftir í storminum. Og þú ert kannski í þessum stormi í dag sem að þú hefur mist tökin á lífinu, þú hefur mist tökin á fíkninni, næsta glæra. Og hvað gerum við þá? Þú veist, í Sálmi 34:18 stendur ef réttlátir hrópa, þá heyrir Drottinn úr öllum nauðum þeirra frelsarann. Úr hvaða nauðum? Öllum? Er þetta eitthvað að djóka? Úr öllum nauðum, hvað þýðir það? Ef þú hrópar á Drottinn, hvað gerist þá? Hann frelsar þig úr nauðunum þínum. En hvað erum við að hrópa á þegar við erum í vanlíðan, þegar við erum föst? Við erum öll að leita friði. Ég leitaði mikið af friði í kvenfólk, ég leitaði friði í eiturlyf, fíkniefni, mat, og bara, þú veist, átti óheilbrigt samband við mat með sem ég var frelsaður. Þannig að ég var að fixa með okkur öðru en honum. Og það er óheilbrigt. Skiljið, en við erum öll að leita þessum friði, eða ekki? Ég heyrði einhvern segja daginn að hann fór til einhvern svona, ég veit ekki, heitir það sjamal eða eitthvað svona dæmið, þú veist, það er að taka eitthvað dót og anda eitthvað og gera eitthvað og þessi sjamal sagði við hann að æðsta formið af þessu öllu er þú liggur inn og þú bara kúkar í þig. Já, finnum við rosa frið. Það verður bara svo lítið barn aftur með kúk. Nei,
það er svo magnað, þú veist, eftir að ég var að leita, sko. Þú veist, áður en að ég fann Jesú, ég var búin að kaupa hvert einasta draslinn í, hvað heit búðin hann, Nýtt líf eða eitthvað hann á 3. hæðinni í Kringlunni. Hvað heitir hann með alls konar svona einhverjum kristölum og gongi maður og eitthvað til að kveiki í og ég var búin að reyna þetta allt til að fá frið. Þú veist, ég var bara, hlusta á eitthvað Friðrik eitthvað setta á einhverja tónlist sem átti að róa mig. Virkaði ekki neitt maður. En ég var að leita þessum frið. Og svo sem magna, sko, þú veist, fyrir 17 ára þá fann ég hann og síðan þá var fólk allt ofta að bjóða mig í ímynda hvað ég er búin að heyra mikið, skilur, og taka þetta, gera þetta, prófa þetta, þú veist, komdu bara með mér, þú verður að skoða þetta og ég bara alltaf einhvern veginn, ég er bara full næður, sko. Þú veist, ég er góður, ég er ekkert lengur að leita, sko, ég er búin að finna. Ég er ekki lengur týndur, sko, ég er fundin. Eins og hún söng í laginu Silvía, yndislegt. Ha? Ég var samt ekki týnd, sko, en ég var týndur. Alveg mjög týndur og líka oft verið týndur eftir að ég frelsaðist líka en alltaf náði að finna Guð aftur ekki leita eitthvað annað en hann, sjáðu og það er kannski mistökin sem við gerum þegar eftir við frelsum við fyrir að leita eitthvað annað að því við finnum ekki þar sem að jafnast á við hann við erum alltaf fyrir vonbrigðum maður Jesús og það er einmitt í auga stormsins í hans sterkustu kviðum þar sem að örvænting tekur yfir og við leitum að þessu fixi. Og það eru svo margir sem gefast upp rétt fyrir dögun. Það eru svo margir sem gefast upp rétt fyrir sigurinn. Og ég segi það núna og ég hef sagt það oft áður. Að þú gefur Guð allt og allt er hann og velur að gera rétt í erfiðum kringumstæðum og myndi vinna. Ég hef búin að sjá fullt af fólki, fullt af fólki verið erfiðum kringumstæðum og velja að gera rétt og velja að gera ekki alveg rétt. Og þegar maður velur að gera ekki alveg rétt, þá rennir maður á hausinn. Þú veist, en þegar þeir sem velja að gera rétt, þú veist, ég er búin að missa börnin mín, býtu bara, gerðu rétt. Bara, þú veist, halda áttur, eldi Jesú, nei, hætti að rífast í barnahönd. Nei, slepptu þessum lögfræðingi, komdu bara, við bara, þú veist, tökum þetta með Guði. Svo bara, börnin komin, allt komið aftur. Af því að þegar við veljum að gera það sem er rétt, þegar við stöndum í liði með honum, þá berst hann fyrir þig. Þegar þú ert að berjast, þá kemst hann ekki að. Skiljiði? Þú veist, og þessi kom með bílpróf. Það veit að það allir hérna. Eðlilega, maður, þetta er kraftaverk, sko. Þannig að þegar við snúum okkur að fixin okkar að reynum að fylla tómarúmi innra með okkur með drastli, að því við sættum okkur við skammtíma huggun og léttir. Fáum smá svona. Þetta gerist að því við eigum í innilegu sambandi við fátæktina innra með okkur. Og erum gift tilfinningu skortsins og trúum að við séum ekki verðug og hvað þá elsku Guðs. Og að náð hans náu utan um mig og bjargi mér, nei. Svo er okkur jafnvel kennt í kirkjunni að við föllum úr náðinni, hafið ekki heyrt þetta? Hann er fallinn úr náðinni. Hafið heyrt þetta? Hafið ekki heyrt þetta? Hvað guðfræði það maður? Alltaf þegar ég er fallið sem ég frelsaðist, þá hef ég alltaf dottið í náðina maður. Skilur, hann er alltaf gripið mig. Þú veist, það er enginn að falla úr náðinni. Náðin bara er. Það er örugglega stærsta lygi skrattans. Fjælstu, nei maður, ég er hjálpinn. Þú fellur í náðina. Þegar þú fellur þá grípur hann þig. Skiljið, þú veist, það er að litla systir mín sem að, þú veist, ég frétta að vera eitthvað gaur sem að gefa henni eitthvað efni og var að taka eitthvað myndir af henni og þú veist, og var eitthvað að reyna með hann eitthvað kynferðslega. Gamli félagi minn kom til mín og hann sagði mér, Baldur, þú veist, við verðum að gera eitthvað í þessu, það getur ekki farið svona lillsystina og ég er búin að frelsa þér 3 ár, sko. Búin að predika fyrirgefningu, elsku, kærleiku, fagnaðarendi, full force, skilji, sko. Full force. Þú veist, ég gaf allt. Hann sagði, kinkaði bara kolli, Baldur. Þú stætti ekki eins og að segja, já, kinkaði bara kolli og leiði mér að sjá þetta fyrir þig. Þú erum komin 2 gaurar sem ætla að gera þetta. Það er ekki hægt að láta gera þetta. Og ég kinkaði kolli, maður. Mitt í stormun, mitt í sársökanum. Þú veist, það var stutt í dögun, pottþétt, sko, en ég gerði mistök. Ég sagði já.
Ég fyrir út að skokka daginn eftir og þegar ég er að hlaupa þá einhvern veginn, þú veist, upplifi eins og systir, ég sá hann ekkert eða þannig, upplifi svona eins og systir mín sé að hlaupa með mér og svo allt í einu heyri ég röddina hennar segja í höfðun á mér, hvernig viltu muna eftir mér? Brotnaði niður fyrir að hágráta, hringdi strákana, þú veist, og sagði bara, hey, láti þessu gauri frið, ég vil ekki gera neitt í þá. Þú veist, come on maður, leið okkur allan að skera hann í andliti, bara eitt skurð. Nei, ekki neitt, láti það í friði. Ég fjall inn í náðina, sjáðu. Ég fjall inn í annað tækifæri. Hvar væri ég ef þær hefðu farið og gert þetta? Hvað hefur verið næsta skrefið? Hvað hefur verið síðan næsta skrefið? Nei, ég fjall í náðina, sjáðu. Og þegar þú fellur, þá fellur í náðina. Náðin bara grípur og þú þarft að leyfa náðin að grípa þig. Að þá getur staðið upp aftur en ef þú ætti alltaf að leyfa skömmin að grípa þig, þá getur ekki staðið upp. Af því að hvað? Þú ert ömurlegur, ekki nógu góður. Ekki? Það er andartaki berskjöldunar þar sem við upplifum viljum gefast upp. Þar og einmitt þar býður Guð sinn frið. Leið ég Valdimar, leið og ég hringdi og var búinn að hringja og bara búff, fylltist ég af friðnum. Aftur. Var það erfitt? Já, var erfitt maður. Var erfitt að geta ítt og taka og pínta eitthvað sem var að pína þig. Og gera það ekki? Já, það var alveg Það var daglega þurfti ég að gangi í gegnum þetta og þeir sem þekki mig og gengu með mér í gegnum þetta, þú veist, þeir sáu hvernig ég var, sko. Ég var mjög lasinn, sko. Hann er ekki eitthvað fix. Og þetta er ekki eitthvað fix og þetta er ekki með okkar viljastyrk eða hugrekki. Nei, það er fyrir hans óbifanlegu nærveru sem við öðlust friðinn. Það er effortless. Það sletta maður. Það er án áreynslu, algjörlega án allra áreynslu. Bara það að gefa honum allt. Vá. Þú veist, ég segi oft sko að við kristnir við ljúgum mest þegar við erum að lofa Guði maður. I surrender all. Ég er alltaf að spá, er Jesú eitthvað bara, nei, það er nú ekki alveg rétt hjá þér. Þú ert nú ekkert búin að gefa mér allt, sko. Þú treystir mér ekki fyrir þessu, ekki þessu, en pröfaðu það. Sjáðu hvað gerist, sko. Næsta glæra. Jesús. Nálæðið Guði og þá mun hann nálgast yður. Vá maður, ég man eftir þann tíma, þú veist að þá var ég komin í eitthvað samband sem ég átti alls ekki að vera í og ég var hættur í allri þjónustu og það var einmitt þá sem að Óli kom og eyðilegði það fyrir mér. Hann spurði hvort ég vildi ekki koma að byggja með honum eitthvað nýtt starf sem að heiti United og ég fór bara að hlæja. Og hann sagði, viltu ekki allavega að biðja yfir því? Því ég hugsaði bara, þú vilt ekki fá mig í þetta. Sérðu ekki hvað ég er búin að gera? Skilur, ég er að skilja, ég er í forræðisdeilu, ég er einhverju sambandi hérna og ég var bara, manstu hvernig ég var mjög lasinn, Óli. Hann letaði ekki stoppa sig maður. Þetta er til að biðja þér, svo sann. Og ég alveg, já, ég get alveg biðið, sko, þú veist, en ég veit alveg hvað svarar fyrir að koma, sko. Ég er ekkert nógu góður í þetta. Ég man í bað og ég sá mynda mér það sem ég lá í hringnum og það var einhver að kalla á mig, ég var aumingi, ég gæti ekki staðið upp og ég heyrði Guð segja við mig statt upp aldrei að því ég elska þig. Ég veit ekki hvar ég væri ef ég hefði ekki gert það. Kannski var ég eitthvað allt annar staðar. Því að friður Guðs er ekki aðgerðalaus. Hann er kraftmikið afl sem er út fyrir kringumstæðurnar okkar. Og þegar við stígum fram í djörfung, þrátt fyrir óttan og efan eins og ég gerði þarna, þú veist, þrátt fyrir, ég efaðist algjörlega mig, ég var algjörlega ekki nógu góður, það er þar sem að hjarta okkar galopnast og við finnum á djúpstæðan hátt fyrir nærveru hans. Þar sem að hlekkirnir mölvast á okkur, ekki þegar við situm og bíðum eftir eitthvað gerist, heldur þegar við stígum á stað inn í eitthvað sem er að gerast. Amen. Og það er þar í hans hljóða lofurðin kærleika hans sem við byrjum að skilja. Við erum ekki ein í erfiðleikum okkar. Þú ert ekki einn eða ein, þú ert aldrei einn eða ein. Annarkvort er andstæðingurinn að hrópa á þig út aumingi. Eða Guð er að segja við ég elska þig. Það er bæði gangi einu, það er bara hvað ætlar að hlusta á.
Það er allir að berjast við þessa rödd í höfðun á sér. Er það ekki? Þú ert ekki nógu góður, þú ert ekki svona. Ég segi bara, þegiðu, fara í hornið þitt. Nenni ekki að hlusta á þig. Búin að hlusta á það alla ævi, maður. Og þreyttur á þér, sko. Og ógeðslega þreyttur á þér. Og þegar maður segir honum að þegja, þá getur maður heyrt hvíslið í heilugum anda. Svo segir þú ert sonu minn, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Kærleikurinn minn er fyrir þig. Og Jesús þráir að birtast þér í þessum kærleika. Næsta glæðra. Komið til mín allir þeir sem erfiði hafur og þungabyrðir og ég mun veita yður hvíld. Vá, ég var með svo mikla byrðar, svo mikil erfiði, ég kom til Jesú. Ég held ég ætti ekki séns, sko. Vá. Ekki svona langt. Hvað er það svo langt? Embrace God's peace. Að umfama frið Guðs því að gefast upp með báðum og að leggja byrðar okkar og ótta við fætur hans. Þú veist, ekki vera eitthvað hérna, ég gefast upp með einni hérna. Ekki gefast upp svona. Gefast upp svona. Gefðu honum allt. Ekki láta neitt stoppa þig. Því að það er þar sem við leifum elskunni hans að fylla tómarúmi sem við reynda að fylla með fixin okkar eða sjálfseyðingakvötinni. Og það krefst hugrekkis að horfast í augu við veikleika okkar og treysta því að styrkur Guðs fullkomnast einmitt í veikleika. Ég er ekki nógu góður. Ok, fínt. En hann er það. Að ég get þetta ekki. Nei, ég veit. En hann getur þetta. Þegar þú þarft bara að mæta. Ég hef búin að vera sölumæður í mörg ár, búin að selja alls konar og ég hef aldrei verið með vöru sem er svona góð áður. En það get ég bara, selt hana hvar sem er. Skilji, það er bara garanterað að þú leggur að stað með Guði og þú heldur því í auðmýktinni að þá muntu klára með honum. Það eina sem þú þarft að gera er að halda áfram. En það krefst hugrekkis að horfast í augu við veikleika okkar og treysta því að styrkurinn fullkomnast í veikleika okkar. Og allir þessi triggerar, maður, erum með svona triggera í ykkur, að hver er með trigger í sér? Hver er búin að móðgast inn í dag, maður sjá? Hver er alveg einn að móðgast, einmitt. Þú veist, Jesús vill taka þessa triggera úr okkur. Við séum ekki alltaf eins og, ég var alltaf brjálaður, sumir er alltaf móðgær. Það er einhverju fílu yfir einhverju, svo munar ekki eins og akkur er móðgust, en þeir munu að þeir móðgust. Það er svo fólk sem kemur til mín í hjónaráðgjöf og kannski ekki búin að sofa í sama herbyggi í 4 ári eitthvað og ekki tala saman í 8. Og svo spyr ég hvað gerðist eiginlega maður og þá eru svona, horfa á hvort annað, manstu það? Nei, ég man ekki. Hei maður, ég var brjálaður út í þig. Ekki gott, sko. En þú veist, hver vill vera sigurvegari hérna inni? Má ég sjá? Nei, ekki allir það. Hver vill vera sigurvegari hérna inni? Ef við ætlum að vera sigurvegari þá þurfum við að sigra eitthvað. Já, ok, nei. Þarf ég að leggja eitthvað á mig? Ég er ekki að nenna því, maður. Og veitir hvað er best að sigra? Spegilinn, maður. Og okkur sjálf. Og í rauninni er það eina sem við þurfum að berjast við. Við þurfum ekkert að berjast við annað fólk. Það er glatað, ég er búin að reyna það. En við þurfum bara að berjast við okkur sjálf og Guð berjast fyrir allt annað. Og sérum allt annað og steinandi detta allir réttir þegar þú hættir að ýta þeim til. Hvernig veit ég? Að því ég er búin að reyna. Ekki einu sinni og ekki tvisvar, oftar. Næsta glæra. True faith. Ef einhver í Kristina skapa ár ný, þið gamla var að yngu sjá nýttur orð til. Vá. Sannarlega nýtt orð til, sko. Ég var bara einhver ofbeldismaður, sko. Ég komst allir gegnum daginn og þess að lendi einhver ofbeldi. Lenda. Ég man ég náði eins og samfæra löggunum að þetta var að því ég voru svona lágvaxin. Þetta hlýtur að vera út af því.
Já, ég skildi ekki, ég alltaf að lendi að sé eitthvað ráðast á mig, sko. Svo fattaði ég seinna að þetta var ég, sko. Það var alveg erfitt að fatta það. Þannig að ég fatta að allt myndi breytast, ég myndi breytast, sko. Þú veist, en Guð vill einmitt taka þig inn í ferli breytingar. Þú veist, það að frelsast að breytast. Hann vill breyta, það bara... Í rauninni bara kallaði til þess sem varst alltaf. Skilur, þau fættust öll þetta, voru bara sæt og vorum að skína bara, þú veist, allir að dásta okkur og þú veist, það við séð svona lítið börn, skilur, sem ekki búið að meiða og særa. Það séðu. Þú veist, þau bara skína, það ekki að hafa neitt fyrir því, sko. Fanga athygli allra að hafi séð þetta. Svo hafi séð börn sem búið að meiða. Það verður að meiða aðra. Skiljið. Ég var svona barn, sko. Og Guð vill taka okkur aftur tilbaka í grunninn, sko, það sem verður dýrmætt, einstök og elskuverð. Dýrmætt, einstök og elskuverð, vá. Er ég dýrmættur? Einstakur og elskuverð. Já, veistu að, þú veist, að hann bara, til þess að minna okkur á það, spáði, við erum eitthvað, þú veist, hálf heimsbyggðin heldur við sem apar. Eða, þú veist, einhverjir svona tveir steinar sem lentu saman og einhverjar örverur sem að breyttust og, þú veist, hversu mikla trú þarftu til að trúa þessu? Þú ert að vera alveg út á túnni, sko. Þú veist að ef þú vilt vera api, frábært, en sko Guð, hann sagði mér að ég var einstakur og veistu hvernig hann minni mig á það? Fingraförin mín, maður. Það er 8 billjón, ekki kvikindi, manns, labbandi í jörðina. Það er engin með eins hérna. Engin. Augun. Það er engin með eins augu heldur. Það var einhver risastór steinn sem að klesta á annan stein og svo var einhver sprenging og sköpuðust fullkomnar aðstæður úr vetni og einhverju svona, þú veist, einhverju svona kemísku drasli, sko. Hvað trúið því? Trúið því einhver að? Nei, spáði í því, þú veist hvað, þarf það að hafa mikla trú. Þú veist, það er ennþá apar hérna, sko. Þeir eru ekkert eitthvað, þú veist, eitthvað að fara að leika sér í tölvunni henni, sko. Það er einmitt í þessum stærstu stormum sem við getum lært svo mikið um okkur sjálf og þú veist og ég fengi alla þjóðuna baki oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og verið útrópaður og vá, hvað var gott að það var búið maður. En vá hvað var gott að finna innra með mér, sko, þú veist að því að ég var að hugsa daginn, sko, nú er bókin mín að koma út, var að koma til í dag að morgun í öllum online bókaverslunum í heiminum. Og 52 stærstu plattformunum allavega og ég var að hugsa, sko, það voru svo mörg tækifæri fyrir mig til að gefast upp á leiðinni, sko. Skiljið, það voru bara fullt af tækifærum fyrir mig til að, nei, get ekki, nei, allir á móti mér. Mér er alveg sama hver er á móti mér í dag, mér er alveg slétt. Þú veist, það er bara leiðilegt fyrir þá sem það. Þú veist, að vera með eitthvað gremmi í hjarta sem gagnvart mér og ég er eitthvað bara að hafa ekki eitthvað þar. Þú veist, það er ekki gott, sko, fyrir þau. Af því ég er ekki að fara að láta stoppa mig, ég er ekki að fara að láta neitt stoppa mig. Skiljið, þú veist, ég ætla að fara með vitnisburðinn minn út allan heim og ég ætla að sjá 1.000.000 sálir frelsast út af þeim sársauka sem ég þurfti að fara í gegnum í minni sögu. Þú veist, og ég er kannski fellin, ég er ekki búinn. Ég segi alltaf þegar ég rennur rassinn. Ég er ekki búinn. Fjölst. Nei, ég er ekki búinn. Skiljið, þú veist, en það er þegar við höldum að við séum búinn, að þá erum við búinn. Af því það er eina sem þú mátt ekki trúa er á sért búinn. Þú veist, út af því að, sko, fyrir trú, þá lærum við að sjá, við erum ekki lengur fórnarlamb kringumstæðinu okkar, heldur elsku börguðu sem er hæf til að sigra með hans krafti. Ég neita að vera fórnarlamb. Og sjá, það er búið að misnóta með alla kanta áður ég er 8 ára, sko. Skilja, alla tegundur af misnótum, velkomnar hérna, bara það var búið að taka með alls konar. Þú veist, þannig ég er ekki að gera eitthvað lítið úr í að vera fórnarlamb, en ég neita að vera fórnarlamb. Skilju, þú veist, að því það er ekkert hver ég er. Ég er sigurvegari, ég er elskaður. Ég ætla ekki að festast í einhverju vorkunn, að því ég veit leið og ég festist í vorkunni, þá er konið einhver net sem dregur minn í eymdina. Er ég að tala við eitthvað þetta?
Eða ekki? Er ekki komin tími, þú veist, og ég veit að í samfélaginu hafa komið einhver svona samþykki fyrir því að við höfum öll að vera einhver fórnarlömb allstaðar. Og hver stjórnar þá líf okkar? Gerandi minn. Ég neita að láta geranda minn stýra mig lengur. Skilji, misnotaði kynferðislega sem barn, sko. Þessi gerandi, hann misnotaði mig á 27 ára. Hann misnotaði mig samt einu sinni. Hann var að kvelja mig allan tíman því að hata alla barnana í það var alveg brjálaður inn í mér. Hann á ekki sent í mér í dag. Því ég bara neita að vera fórnarlamb. Þú veist, ég hitti strákinn sem gerði systir minni þetta jólin, ég tók í hendina á honum og ég óskaði honum alls góðs og ég fann enga slæma tilfinningu til hans, ekki neina. Og ég var svo ánægður, ég var bara, yes, hann á ekki neitt í mig þessi maður. Þú veist, ég bara elska hann eins og ég elska ykkur, skilji. Og svo geggja því tók ég þetta bara að segja blessu hann og fann ég hvað þetta var raunverulegt. Og ég bara, vá, geggja á sig búin að heitra svo lengi maður. Og ég fann bara, ég samgladdist honum með hjartanu mínu, gaurinn sem satt inn út af litlu systur minni, sjáðu. Það er ekkert nógu góð ástæða til þess að ræna loforðunum sem Guð hefur fyrir þitt líf. Það er engin ástæða, það er ekkert brot, það er engin sársauki nógu mikilvægur til þess að ræna þér framtíðina þína með Guði. Ég er alveg að vera búinn maður. Næsta klæra. Nei, alveg sískinni, þú veist, við þurfum að horfast í augu við þetta og við þurfum að standa fyrir. Ég er orðinn svo þreyttur, ég er svo sár, ég er svo leiður yfir því að sjá fólk koma og fara. Ekki að því að mér langar svo að sjá kirkjuna stút fulla. Nei, að því að mér leiðist að sjá fólk verða skömmuna bráð. Sjáðu út af því að ég var svo reiður í svo mörg ári yfir því að það er brotið á litlum börnum. Og alla ævi er þessi börn að bera þennan sársauka á bakinu eins og kross. Skilji, að gerandinn er ennþá að meiða það á fullorðinsárum. Skilji, ég þoli þetta ekki. Og ég veit að reiðin er æðisleg tilfinning til að breyti ástríðu, svo ég hugsaði, sko, þú veist, vá. Ég stofna bara svona eitthvað svona ráðgjöf, von ráðgjöf, það er eitthvað gott maður. Byrja með eitthvað podcast, ég held að það sé komið 200.000 download á því í dag, þar sem við erum að tala bara fjölskyldur. fjölskyldur. Í dag á ég helminginn í lausninni, þar fari gegn svona 1200 manns á mánuði, bara að fá heilbrigði, sjá þið. Þú veist, af hverju? Af því að ég tók reiðina mína, gagnvart sársaukanum mínum og breyti henni ástríðu og ég elska ekkert meira en að sjá eitthvað sem búin að vera fangaður alla ævi, hokinn og brotin. Ég man ég að með, þú veist, fólk á 70-aldurinn daginn hjá mér sem búin að vera í fangis alla ævi og þau bara öðlust frelsi frá gerendunum sínum. Jesús Kristur, hvaða fyllti hjarta mitt að sjá þau fara út með bros út af eyrum. Og gerandinn var búinn að sleppa þeim, eða þau voru búin að sleppa honum. Sískinni, við þurfum að nýta það sem að, allt þetta drast sem að, sko, þú veist, óvinnir eru búin að gera þær, skilur þú veist, Guð vill bara nota þetta til þess að setja aðra frjálsa. Skilji, ég var hinum með götuna af eitthvað vændishús fyrir 20 árum. Þú veist, ég bara sé það út gluggann minn, bara ég horfði gluggann og sé ég vændishúsið. 20 ár með Guði. 17 ára með Guði. Hvað finnst ykkur um það? Hvað getur hann þá gert við ykkur? Ef hann gæti gert þetta við ykkur ræfileg svo mig. Nei, alveg, hvað getur hann þá gert með þitt líf ef þú gefst ekki upp? Af því þú þarft, ég segi við Jósúa 1:9, vertu hugreistur og öruggur. Ekki hugfallast og óttast ekki því að drottinn Guðinn er með þér í öllu. Í hverju? Hverju? Öllu sem þú tekur fyrir hendur. Vá, geggja, þetta að djóka. Öllu bara, já, með, þú veist, úr hverju frelsar mig? Öllum raunum, já, ok. Og hann er með mig hvenær? Í öllu. Vá, sískinni, hvers konar díll er þetta maður? Þetta er besti dílar sem ég þekki, sko. Hann er bara, þú veist, það er bara nóg til og meira frammi og allt í gangi. Bara kærleikurinn flæðir bara og flæðir. En það að stíga fram í djörfungur, að stíga fram í trausti, þar sem við umfaðum okkar nýja aukinni. Ég er ekkert lengur einhver eitulega salið eða dópmangari, ég er bara sonur Guðs. Skilurðu, þú veist.
Já, bróðir hinn maður og bróðir ykkar og bara bróðir ykkar allar maður, bara því. Og ég bara elska að sjá fólk tengjast sjálfum sér og öðrum og þú veist, ég bara ert að djóka þegar ég sé eitthvað gefa Guð líf sitt. Vá, þegar ég sé eitthvað sigrast á okkur stormi. Þú veist, ég oft bara að þurrka tárin í viðtölum, skilur, þú veist, það er að láta fólk ekki sjá að ég sé að gráta með þeim, sko. Að því mér finnst þetta svo fallegt. Ég elska þetta. Þannig að við ætlum að vera með aukinni sem stendur stöðugt á grunni náðar og kærleika. Það snýst ekki okkur muni. Þetta náðum við, ok, ég fjall í náðina. Hvað, varst þú að falla? Hvað ertu búin að vera? Já, ég fjall í náðina. Svarið bara sem liðið að skjóta á okkur, í alveg. Já, ég fjall í náðina. Ég fekk að falla í náðina eins og enn. Ég staði á fætur og ég gefst ekki upp. Það er eina sem við þurfum, að bara halda áfram. Hvað er að gera? Hvað erum við að gera? Erum við að djóka? Eins og ég meina það, hvað erum við að gera? Þarna maður. Það þýðir að velja að trúa við sem verðum að taka fagnaðurinn hans og hæfni til að breytast. Það krefst þrautseigju og þolgæðis að halda áfram og standa upp og halda áfram í trú. Líka þegar vindar freistingar og efans hóta að draga okkur tilbaka í stofn. Vitið það, þessi aumingi er að hóta ykkur. Segja bara, Barbara kendi mér þetta, sko. Snautaðu hótnið þitt. Ég er ekki að hlusta á lengur, sko. Þú fær ekkert að stýra mínu lífi lengur. Það veit allir hvernig það endar. Næsta glæra. Guð sett okkur í samfélag við aðra trúa til að uppbyrja og styðja og hvetja hvort annað. Og það er svo mikilvægt að þið tengist öðrum sem er að fara í sömu átt og þið. Að þið sýnið með vini ykkar og ég sýni ykkur framtíðina. Í alvöru. Ekki, þú veist, maður það bara, ok, hver vil ég vera eins og? Ég ætla að hanga með þeim. Hafa ekki tekið eftir þér að hanga með einhverjum nýjum að fara að tala eins og þeir? Hafa ekki tekið eftir því? Nota svona frasa og svona, þú veist, að því við verðum bara eins og þeir sem við höngum með. Þannig að ef þú hanga með einhverjum sem er að fara þangað, þú ætlar að þangað, þá er ekki sérst að komast þangað. Þú veist, og við þurfum að tekja þátt í, þú veist, starfinu hérna, í kirkju, samfélagshópa, umkringi ykkur góðum vinum. Hvernig eignast þið góða vini? Ég skal segja það, með að vera góð vinur. Þetta er mjög einfalt, sko. Þetta er vegferð sem margir hefja og þetta er svo sorglegt, hvað fæst þið klára? Ég er búin að biðja frelsbæna með 1000 á Íslandi. 1000! Sorglegt er að við sættum okkur við það sem er gott og þetta er hættulegt, sko. Þetta er svo gott. Gengur svo vel. Það er svo gott. Og við sofnum verðinu og við töpum í besta. Af því að gott er alltaf erki óvinur hins besta. Hvað þýðir það? Það þýðir ég þarf að vera tengd Guði. Ég þarf ekki að vera að spá í mínu tilfinningum. Skilu, ef ég ætla að reyða með minna eigin tilfinningar, þá er ég í vesinni, sko. Þá er allt sem mér finnst réttast. Það ekki? Mér finnst að Guð segja, þú veist, hérna. Ég man að þú veist, var einn sæð stelpa sem kom í kirkjuna, þú veist, í gamla dagana, fyrir hvað, ég man ekki 15 árum. Svo kom hún til mér og sagði, er þessi Guð eitthvað ringlaður sem er það? Og ég hvað, nú út ykkur. Það eru 3 gaurar búin að segja mig að Guð hafa sagt ég ætti að vera með henn. Ekki Guð, tilfinningarna þeirra er eitthvað ringlaðar. Skilji, þessna þurfum við hvort annað, sískinni, af því að okkar, það sem ég vil, það hljómar úslega rétt. Já, ég fæ gæs á það allt, sko. Af því að mér langar þetta svo. Skilji. Við hefum ekki að sitja fast í sjálfsvorkunni í þessu tilfinningulega viðbragði og við ætlum að berskjalda okkur og lifa í sannleikanum. Við ætlum að leyfa fólki að tala í líf okkur. Það er kannski ástæðan fyrir að ég stendi þetta ennþá. Ég hef leyft fólki að tala í líf mitt. Ég hef alltaf verið að spegla mig út allt og ég man að sonur minn sagði mig daginn hérna, Babbi, hvernig breytist alltaf röddina þegar þú ert að tala ömmu í símann? Ertu eitthvað fúll út í hana? Og ég bara staldraði við og ég sagði bara, vá, takk fyrir þetta, ég ætla að skoða þetta. Og það var bara rétt hjá hann. Ég veit bara að díla við eitthvað en að innra með mig. Það var einhver ennþá eitthvað smá dómugagvart en innra með mig, svo ég gæti bara, lefta þetta. En ég er ekki, ég er það eitthvað. Farðu herbyggi. Farðu ekki að spila tölvur í dag. Næsta Klara. Þetta er búið, þetta er alveg að vera búið, sko. Verð ekki hugsingu neitt, heldur gjör í öllum hlutum óskýrið að kunna Guð með bæn, bein og þakkargjörð. Og friður Guð sem er æðrunum skilningi með varðveita hjörtíðar og hugsanir í Guði í Kristi Jesú. Að lifa í friði Guðs er ekki áfangastæður heldur daglegt val. Við erum ekki komin þangað, við þurfum að velja það á hverjum degi.
Og það er beautyð líka, því að þú veist, að ná henni ný á hverjum degi, skilur. Ég fell í dag og svo í náðina og vakna á morgun í náðinni. Þú veist, bara með nýtt val og það er svo ótrúlega geggjað og við verum að velja að festa okkur við sannleikann hans, alveg sama hvað stormandi blása og segja þér. Hvað held að það verið auðvelt fyrir mig, ég var að lesa kommentakerfið með þegar bókin mín kom út að halda að ég væri ykkur algjör fáiði, sko. Þú veist, það var bara mjög auðvelt að fara þangað en ég vissi sannleikann sem Guð sagði við mig. Og það, ég lá bara í hnipri og mantraði hann, ég er sonur, ég er elskaður. Og það var ótrúlega erfitt, skiljið. En ég er ennþá. Ég er ennþá að predika, ég er ennþá að sjá fólk frelsast, ég er ennþá að elta hann. Sem öllu máli skiptir, sem er Jesus Kristur. Ég er að fara að elta hann allan leiðin til Brasilíu í nóvember, sko. Það verður eitthvað áhugavert. Ég er bara búinn að ná í eitthvað mjög ólöglegt þangað. Við þurfum að finna gleði í nærveru hans í miðri áskorun, að deila vitnisburðum okkar í trúfesti hans. Þið þurfum að segja fólki frá, maður. Í alvöru. Hvað með að þið öll bjóðið ykkur með einum ykkar næst? Hvað með þá gerast? Horfið í kringum ykkur. Hörru, þá þetta setja fleiri sæti hérna þar. Allslega, áttu ekki fleiri sætólega. Nei, þú veist, hvað myndi gerast að þeim þið bjóða ykkur með ykkur innan næst? Hvað myndi gerast að þeim þið segja ykkur frá hvað Guð hefur gert fyrir þig? Þú veist, af því að við þurfum að berjast trúna góðu baráttu. Og það er svo mikilvægt fyrir okkur. Þú veist, að mér langar svo til að við látum þetta orð, að við mátum okkur við þetta orð. Þú veist, mátið ykkur aðeins við þetta, þú veist, hvar stend ég í þessu? Þú veist, hvað er aftur á mig? Hvernig er stormurinn að halda aftur á mig? Hvernig get ég fengið að vaxa í gegnum þetta? Þú veist, og það er einmitt miðjan á stormurinn þar sem við finnum Guð og tökum upp hugrekkið, að við þurfum að stíga djarflega áfram í átt að nærveru hans, vitandi að hans friður fer fram úr öllum mannlegum skilningi og ást hans er yfir sterkar öllu. Skiljið, þú veist, og við skulum bara stöndum að þessu fætur. Þetta fengi eitthvað smá undirspil eða eitthvað svona þægilegt. Að því við ætlum að stíga djarflega í átt að nærveru hans, vitandi að hans friður fer fram úr mannlegum skilningi. Við ætlum að stíga inn í þetta í kvöld. Systkini, það er mín bæn að við umföðmum sannleikann og lifum í fullri gnægð. Þar sem friður hans er alls ráðandi. Systkini, að við lærum að horfa inn í storminn til þess að sjá andlitið hans. Til að finna hvar hann er og finna hver hann er í storminum. Og hvaða vöxt ég get auðnast með að stíga fram í djörnum. Hvað lærði ég? Hvað vil ég læra? Allt of mörg okkar eru kvartandi og kveinandi og vælandi og meiðandi. En ég veit að ég hef verið þar. Hvernig við getum upplifað það svo rétt. Og þetta er svo réttlátt að ég megi vorkenna mér. Og það er allir svo vondið við mig. Og það er rétt. En það er samt ekkert rétt við að liggja kveinandi og liggjandi. Af hverju ég? Systkini, það er til svo miklu betri og fallegri leið. Það er skiljanlegt að falla með föllum öllum. Við skulum hætta að hræða stormana því hann hvíslar í eyra okkar. Ég er með þér. Það er ekki út af engu sem að óttast eigið 365 sinnum í Biblíunni. Ekki vera hrædd. Fyrir hvern einasta dag á árinu. Svo í stað þess að kvarta og kveina af hverju ég stöndum í storminum og hrópum reyndu mig. Kastaðu öllu draslinu í mig andstæðingur að því ég er ekki að fara neitt. Kláraðu bara þessar fallbyssur. Ég er ekki að fara að gefast upp. Það er í auga stormsins, mitt í hörðustu vindhviðunum sem þú finnur fyrir friði Guðs. Akkurat þar, þegar þú stígur fram í djörfung, myndu finna nærveru Guðs, verða áþreifanlega. Og mér langar svo að bjóða þér, sem að vilt endurnýja heitið við Jesú. Þér sem að ert orðinn þreyttur, þú sem ert að berast í sjálfsvíshugsanir. Þú þarft að koma hérna. Af því að Guð ætlar að leysa þig. Þú sem að vilt endurnýja heitið til Jesú og þú sem vilt gefa Jesú allt. Ég er búinn að gefa þér hálfa leið með að biðja þér að standa á fætur. Eins og þú ert að gera núna, leið mér að sjá hendina en lofti og vilt gefa Jesú allt. Geggja maður. Vá.
Nú langar mig að bjóða okkur að koma hérna fram. Síðasta skrefið bara, komið hérna fram. Halleluja. Og gefum honum allt. Bara gefum honum allt. Mitt í storminum. Mitt í öllum erfiðleikunum. Mitt þar sem allt virðist vera svo órökrétt að þá ætlum við að gefa honum allt. Einnig langar mig að bjóða þér sem búin að vera í stormi í lífiðinu og koma þetta fram, núna. Þú sem búin að vera að berjast við sjálfa þig, berjast við triggerina inni þér að bregðast alltaf við og fastur í rifrildum við hinn og þennan, fastur í sásökuninni, fastur í slæmum tilfinningum, komdu þetta fram. Leyfðu Jesú að elska þetta úr þér. Ekki standa þarna og bíða eftir hver er þetta að bíða? Í alvöru, eftir hver er þetta að bíða? Jesús er hérna fyrir þig, af því hann elskar þig, af því hann þráir þig, af því hann vill snerta við þér. Þegar þú ert svo dýrmætur og dýrmætt. Lokum augunum saman. Og spámælegan hátt, þá langar mig að bjóða þér að taka eitt skref fram í djörfung. Bara eitt skref og segja bara, ég ætla að stíga út úr þessu. Og fyndu bara hvernig nærvera Guðs fyllir þig núna. Fyndu bara hvernig þú stekst inn í nærveruna hans. Loforðið hans, fyndu bara hvernig elskan hans og kærleikur hans umlykur þig. Dýrmæta barnið mitt. Jesús. Og við segjum saman, elsku Jesús. Fyrirgefðu mér. Ég tek við náðinni þinni. Ég iðrast allra synda minna. Ég trúi þú sér raunverulegur. En nú ætla ég að vera raunverulegur í þér. Og ég ætla að standa í storminum. Og ég ætla að gefa þér líf mitt. Og ég ætla ekki að taka það tilbaka. Í Jesú nafni. Er ég að hefja vegferð. Í átt að föðurnum. Í Jesú nafni. Amen. Og núna meðum bara heilagur andi koma að loka með honum. Ég sé bara heilagur andi að detta hérna á okkur. Leyfið núna bara öllum sársökunum að koma út. Ég sé bara hvernig sársökin, þú ert ekki misnótkun einn. Þú ert ekki sársökin, þú ert ekki ofbeldið sem að, þú ert ekki það. Þú ert eitthvað svo miklu betra og miklu meira. Dýrmæta dóttir mín, hrópar hann á þig af því hann elskar þig. Jesús, leiðum fyrirbeðendum að koma og biðja fyrir ykkur. Ekki fara, dveljum á þessum stað. Það sem að Jesús er snert okkur. Þið finnum það svo sterk hvernig heilagur andi er að hræra í hjörtunum. Og hann er að hræra í þessu auðkenni. Í kærleikanum þínum. Af því þú ert dýrmætur og dýrmætt. Takk hérlega fyrir, við ætlum að biðja fyrir ykkur, ekki fara. Leyfið ykkur að standa í nærverunni. Þegar nærverun læknar.